Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Snjóþegnu hlustendur, þið eru að hlusta á hlaðvarpið 2 á toppnum. Þetta er þáttur hashtag 140. Síðasti þáttur fyrir Óskarsverðlauna spár þáttinn sem á að dettin í næstu viku. Geðveikt. Algjörlega gahalið. Já. Og við erum hérna 2 núna. Það eru bara Oddur og Tóti. Oddur og Tóti, engi gestir núna. Engir gestir. Við erum líka á nýjum stað, Tóti. Já, við erum að reyna fyrir okkur í fundarherbyggi hjá fundarherbygginu Skjálta Já, fundarherbyggi Skjálti á Suðurlandsbraut. Það sem að höfuðstöðar fréttastofu sínar eru. Nefnilega. Hér er þú, Tóti. Hvað í ósköpunum ætla að gera? Hvað er að frétta? Heyrðu, ég bara segir bara eins og Michael Corleone sagði í Godfather Part 3. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Ég er sem sagt farin að vinna með þér aftur. Galið. Komin á vísi.is. Þetta er galið. Já. Þetta er galið. Hefur einhvern tíma 2 á tónum núna? Nei, þetta er högg. Þetta er brekka fyrir 2 á toppnum. Já. Og þessi þáttur mun kannski bera þess merki að við erum ekki búin að hafa mikinn tíma í glápið. Einmitt, ég held samt sko, einmitt. Jú, kannski, en minni samt á að hlustendur áður en að við gefst upp að hætti að hlusta að þetta eru gerðnan okkar skemmtilegs og þetta sko. Algjörlega, og hafa alveg ítrekka sanna sig í vinsældum. Já, og það er svona þurfi ekki að hafa ágjörðan einu spillum eða neitt þannig og ég held að þetta gæti gert þetta betri Tóti sko. Hvað þá? Bara ef við, þú veist, til dæmis erum oft bara að vinna og svo tökum við, þú veist, þáttin upp hér á Suðurlandsbraut, þú veist, ef það hentar okkur. Já. Ég meina, hér eru sko svo mikið vinnufélögum sem eru með svo mikið input og svo framvegist, þú veist. Þú varst nú búin að koma með sko meira en hálfa ritstjórnina sem gesti í 2 á toppnum í gegnum tíðina. Já. Það líka mannstu þegar við vorum með bíóvarpið, þá vorum við á fréttablaðinu. Já. Og núna eru bara eftir, 3 vikur, þá voru bara rennislétt 3 ár síðan að við hættum að sitja saman á fréttablaðinu. Alveg rétt sko. Og nú erum við komin aftur saman. Fórst þú ekki með þessi eitthvað orlofa undan? Jú, ég var rosa mikið í fæðingarorlofa undan. Þannig þú varst ekkert? Ég var ekkert á staðnum þegar blaðið dó sko. Já, einmitt. Þú varst ekki í mars 2003. Nei, Vættir ekki að vinna í janúar eitthvað? Ég var búin að vera í fæðingarorlofi allavega eitthvað fyrir áramót, svo held ég komið unni í janúar. Já. Farið svo aftur í fæðingarorlof og það átti sko að klárast. Ég átti að mæta 1. apríl til vinnu og var komin í svona þunglindi yfir því. Ég heima þegar ég opnaði eitthvað fréttamiðil 31. mars og bara, hei, vinna mín er farin á hausinn. Þetta var náttúrulega föstudagur, ég var nýlendur í Svíþjóð og var að fara helgaferð til félagi minns. Já, við vorum báðir, ekki á staðnum. Nei, það var mjög hefurleðilegt, ég hefur til í þetta svona heimsenda djam, sko. Já. En það er tvennt sem ég vil ræða þessu þetta, sko. Já, þá, Það eru annars vegar heimildaðetnir á Netflix America's Next Top Model. Já. Ég er nefnilega búinn núna með það. Alveg? 3 þættir. Já, voru þetta 3? Já. Tyra Banks er siðblind. Já, mjög áhugaverð kona. Ég var að komast að því núna 2026 að Tyra Banks virðist vera siðblind. Já, ég held að það sé örugglega rétt niðurstaða. Ég nefndi þetta í síðasta þætti. Þú nefndar að hún var hörmuleg manneskja og ég man að ég hugsaði svona, ég var svona smá sár fyrir hennar hönd, sko. Já, að þegar ég horfði á ykkur af svona þáttum þegar þetta var í gangi og var einmitt svo hrifin að því hvað hún er bara evil, sko. Já, nú erum við að tala um að þetta er náttúrulega raunverulega hættir fyrir hlustendur sem að muna ekki eftir þessu. Jú. Flestir eftir nú mun eftir þessu. Þetta var sýnt á Skjá 1 í gamla dag og þetta var svona árdagar raunverulega hátt á sjónvarpsins og þarna var að vera að finna ofur fyrir sætur. Já, ég verði ekki svipað á Rockstar bara þar sem að vera að finna hérna ofur. Já, kemur svona upp á svona svipum tíma Survivor og svo er þetta hérna líkur þessu hérna 2016 2017 eitthvað leys og er í gangi sem sagt í ykkur 17 ár, cirka 16-17 ár. Og Tyra Banks er væntanlega svona, kemur að gera þessara heimildaþátta? Já, sko það sem komið mest á orð þegar við höfum oft talað um þetta að þessi heimildarþætti sem eru á Netflix og víðast hvar núna eru oft svo ótrúlega hlutlausir, neutral.
það ekki mikið að spyrja erfiðra spurninga, þetta augljóslega ekki blaðamenn sem að gera þess að þetta. Nei, þetta ekki ágengt. Nei, ekki mikið ágengni, en það eins og sko, það klálega þarna meiri brottur í þessum heimildáttum. Já, greinilega ef þú kemur frá þessu glápi með þá niðurstöðu að tæra sér síðblind, þá hlýtur að vera eitthvað í þessu. En þau eru samt öll að taka þátt í þessu og Tyra Banks að taka þátt í þessu og það svona svolítið eins og sko ég fæ á sko tilfinninguna þegar alls konar svo sjokkerandi álitamál sem koma hann upp. Þú veist, það til dæmis bara stelpu sem þarna bara nauðgað í einu þættinum sko. Og þá var það ekkit, þú veist, það var ekkit litið á þetta sem einhverja nauðgun á sín tíma sko. Og þá sýnt allt sko. Þeir voru bara með þeim, tóku allt og sko dáin áfengistöð. Ræðilegt sko. Örgulega triggerandi fyrir einhverju að hlusta á þetta. Og þarna var þetta afgreitt fyrir einhverjum 20 árum síðan sem þannig að hún var að halda fram hjá kærastinu sín sko. Þetta var náttúrulega í byrjun þessar aldar á einhvern veginn var eitthvað siðleysi í algjöru hámarki og það kom upp svona, bara vissi enginn hvað raunveruleika sem var það var enginn að spá í því að þú veist, þetta hefði einhver áhrif á fólk það var alveg verið að hugsa bara að fá hérna sjokkerandi söguna og þú veist, þú ert aukaðri sem manneskja, þú skiptir engu máli og ég verð bara að segja það að Tyra Banks kemur ekkert eðlilega illa út sko, af því að þau eru öll til viðtals en það ekkert vera veist, ég held bara að þessi mál eru það sjokkerandi í dag að það ekki hægt að gera eitthvað svona, já en við tölum ekki þetta einhvern veginn veist, það bara ekki hægt þannig að ég mæli með þessum heimildáttum og Tyra Banks hún vist kemur ljósið þessum þáttum að hún sko flutt til Ástralíu og búin að opna ísbúð ég held hún hefði bara flutt til Ástralíu þegar hún bara búin að brenna allar brýra baki sér sko. Í Bandaríkjunum sko. að hún verðist ekki sjá eftir neinu hún alltaf að tala hvað þetta bara þessi tími og svo framvið sko. Og sér einhvern veginn ekki eftir nokkuð sköpum hlut þá hún, myndi ég halda sjálfur sér samkvæm eins og maður upplýði hana í þáttunum og bóðslega svona kalt hjarta og vægðarlaus einmitt, akkurat og læti svona tilfinningar annara í kringu sig ekkert trufla sig mikið Það kannski á ég að leiða þér að tala um eitthvað annað núna Já, ég var búin að úttala þetta en ég náttúrulega hef alveg verið áhugasamur þessa þætti vegna þess að ég svolítið svona, ég hef áhuga á persónunni, Tyra Banks þannig að nú ertu búin að kveikja mér aftur, nú þarf ég að reyna að búa til 100% búa til pláss á dagskráni sem orðin svona frekar þröng hjá mér Já, það sko ert þú ekki að upplega mér líður smá eins og við séum svona á milli þú veist, eins og sé ykkur skil núna minnst svona þú veist, myndirna sem í bíó ég er ekki búin að vera mikið að sæki skilur Wuthering Heights Hamnet þú veist, allar þessar myndir sko sem eru í bíó núna ég bara veit ekki, ég og líka bara varandi sjónvarsþáttaseríu sko, ég einhvern veginn svona smá á milli tvekja heima núna sko. Veit ekki segja það? Já, með bíó kannski, ég veit ekki samt sko, nú til dæmis Scream 7 komin í bíó og ég agalega spenntur fyrir því að ég bara alltaf spenntur fyrir því Ég búin að sjá Scream 1 og 2 Já, ok Á ég þá sjá Scream 3, 4, 5 Já, og svo skil ég 7 ég held að skipti ekki öllu máli en og svo er ég ekki enda búin að komast á Sam Raimi myndina Send Help Er hún að það í bíó? Ég held að hún sé ekki að það í bíó Jó, ég held að sé eitthvað Ertu alveg viss? Nei, ég er ekki alveg viss Ég held að hún sé búin sko. Og svo held ég að hún var nú bara að byrja held ég í dag sko. The Bride Já, nei, ég var nú meira að hugsa um How to Make a Killing með honum Glenn Campbell sem þú frá hefina Er hún skemmtilega? Nei, ég veit ekki, þú ert bara svo mikill fanboy Þú veist, ég er bara, og þessi Cold Storage mynd líka það er allt svona smá svona janúar Já, kannski Ég er frekar spenntur fyrir The Bride þó að hún sé nú ekki að fá neitt sérstaklega gott start í dómunum sko. Jessie Buckley og Christian Bale Já En þetta er náttúrulega sko, kemur í svona rökristu framhaldi Frankenstein var á Netflix fyrir áramót Þetta er Frankenstein mynd Já, þetta er brúður Frankenstein Á 4. áratug 20. aldarinnar ferðast einmanna Frankenstein til Chicago til að leita aðstoða doktor Euphoniusur við að skapa sér maka Þeir endur líka myrta unga konu og brúðurinn verður til Hún fer langt fram á því sem þeir ætluðu sér og úrverður eldfim romantík sem dregur að sér athygli lögreglunar og ítir af stað róttækri þjóðfélagshreyfingu
áhugavert. Þetta svona, ég sá einhverstað sko og Christian Bale Frankenstein wow. Og ég held að hún ætla ekki bara The Times gaf henni held ég eina stjörnu og það væri einhver brottur í þessu en þetta væri svona einhvers konar Joker, Folie à Deux Frankenstein twist sko og þetta náttúrulega þetta ekkert ný uppfinning sko brúður Frankenstein sko fyrsta myndin var nú bara í Universal horrornum bara kom fljótlega eftir að fyrsta Frankenstein myndin var gerð sko og svo ætla ég líka að drífa í því sko það kom í 80s-inu og þá kom mynd sem einmitt heitir The Bride og brúður Frankenstein þar sem að ekki Sting sem að leikur Victor Frankenstein og Jennifer Beals leikur held ég brúðina og ég tók hann á leigu í Apple TV fyrir mörgum mánuðum en ekki ennþá búin að horfa á hana þannig að svona drífa því okay. Ég held að maður getur sko og ég er ekki búin að íta á play sko þá held ég að leigan sé ennþá í gildi sko svo hef ég bara 48 tíma til þess að klára Ok, sko þessi How to Make a Killing hún með 46% á Rotten Tomatoes okay. Ég við ekki að þetta kallar ekki sko Nei. Þetta er erfið tímar en það verður nú að detta í ýmislegt í bíó ég held að mest spennandi myndin sem í bíó núna Pillion með Alexander Skarsgård BDSM myndin með Dudley Dursley og Harry Potter það sem var mjög og ég held að það náttúrulega bara alveg, hún var rosalega umtöluð bara alveg frá held ég Cannes í fyrra það að vera komið ár og nú lóksins komin en hún í Bíóparadís og það eru fáar sýningar og sýningatímarnir hendi ekki alltaf vinnandi blaðamenn og vöktum. Nei, ég er svolítið búin að reyna að horfa á Secret Agent brasilísku myndina. Já. Og hún var til dæmis í sýningu til klukkan 4 í gær. Já. Svo er í sýningu klukkan 6 í dag. Já. Þannig að þetta er svona, þetta er erfitt. Þetta hentar ekki. Og Agento Secreto sem ég þykir nú held ég bara víða og ég tek undir það sennilega bara einn besta mynd síðast árs og líklega til þess að gera eitthvað gott á Óskarnum vonandi ég nefnilega fór á hann í Bíóparadís í atvinnuleysinu mínu klukkan 14 það var mjög næs já, bara skella þess að hverjuskutuna klukkan 2 það er mjög gott sko og þú var skrifin já, þetta er bara frábær mynd og ég hef engan séð Hallmælenni nei og svo náttúrulega Hamnet hún mjög áhugaverð, það finnst flestum hún alveg æðisleg og hún greinilega svona bara ekta Óskarsverðlauna mynd einhver harmur Shakespeares nema við þóttum áhugavert að því að við hittum Guðmóður þáttarins daginn, Kolbrún Bergþórsdóttur og ætlum að fá hann að vera með okkur í þætti að spá fyrir Óskarinn en hún bara sagðist eða ekki treysta sig henni þætti flestar þessar myndir svo leiðinlegar og lélegar og nefndi það sérstaklega Hamnet sem hún þurfti að beita sig hörðu til þess að komast í gegnum hana Já, það er náttúrulega ég er svolítið að finna fyrir ég er líka nefnilega að finna fyrir smá að þegar núna er eins og flestir vita hérna sem er að hlusta þá er allt einu komið alveg vetraviður Já, bara eins og skrattin úr söðarregnum allt í einu og þannig að það er allt út í snjó og svo framvegis og ég finn fyrir á mínu andlega atgerfi sko. Já, ég er smá svona ég er með smá eitthvað svona þetta meikar enga sens, klukkan 5:30 núna það er bjart úti af hverju er ég með skammdegisþunglyndi það meikar ekki sens það er snjórinn sko þetta er náttúrulega óþáðan þegar færðin spillist hérna í borginni og maður þarf að vera eitthvað að vaða snjó og slapp og svona, þetta er ógeð það er eitthvað við það, ég er bara verða að fara að fá alvöru veður og sól sko. Já, meina það en sko, það er nú, ég finnst að þetta er gangi samt sko, sem er væntanlegt til þessu rauku Project Hail Mary með honum Ryan Gosling Raungreina kennarinn Ryland Grace vaknar borð í geimskipi, ljósa honum frá heimahöfum sínum án þess að muna hver hann er eða hvernig hann komst þangað þetta getur orðið skemmtilegt sko. það getur orðið góð mynd sko. en þegar það sjónvarpi sko, þar finnst mér að vera eiginlega bara ómikið í gangi er það? Já, ég kannski er eitthvað eldast við fleira en þú sko. og ég ekki að segja bara hvað ég er að horfa á þá upplýstu það sko, ég er bara industry þú ert alltaf ég er að bólaka, ég er bara að vera búinn ég á bara eitthvað 2 þætti eftir á 4. seríu sko. það var bara allt búið þetta er eitthvað bara þetta er fáránlega gott sjónvarp þetta verður bara betra og betra
veit ég búin að tala um þess að þetta í marga þætti að tugir á tóknum og líka búin að vera að blæja því gegnum 4 vertíðir af þessu en þetta er svo solid HBO skilur, þetta er bara ungt fólk sem er að læra lífið býr í London er í fjármála geiranum þú veist, þið getið ímyndað eitthvað hvað er svona cutthroat stemminguna sko svo er þetta alltaf að þróast þetta er alltaf að vera betra og þroska svona líka sem sjónvastáttur sko svo allt í náttúrulega bara mæti Jon Snow og svo einhver Stranger Things stjarna hérna í 4. seríunni þú veist, þetta er hrikalega gott sko ég sá einhvers staðar, ég er ekki búin að sjá neitt af þessu ég sá einhvers staðar einhverja læriða grein í einhverjum breskum miðli með þessari 4. seríu væri þetta algjörlega að toppa sko. Það væri komið á okkar bara 100%, já, 100%. Þetta er náttúrulega í samstarfi við BBC sko. BBC og HBO. Já, það er alltaf mjög tröstu kontel. Já, þetta er svolítið svona dæmi sko. En annars er ég bara einhvern veginn sko, ég er ekki lengur með áskrift á Disney Plus. Nei, það datt út hjá mér og ég hef ekki tekið eftir. Nei. Það er eitthvað Disney Plus sem að maður er eitthvað drepa sig. Nei, þetta er svolítið samt problematíst ég ákvað líka að endur ég ekki áskriftina núna daginn, sko. Og þá einhvern veginn hefur silt undir radar þetta heitir Wonder Man og á að vera bara eitthvað besta Marvel stuff sem að hefur lengi sérst sko. Í alvunni? Já, og svo gleymi ég alltaf að tjekka á þessu af því að ég er náttúrulega ekki með Disney sko. Ok. Ég var alltaf með þetta á þessu, ég kefti alltaf áskrift sko, maður getur kannski kefti 1 mánuð það er 4 stjörnur í Guardian This gem of a series about an actor with superpowers is a clever, tender take on male friendship and the film industry it's a triumph of storytelling and a masterclass in acting Er þetta á Disney Plus? Já, og þetta er Marvel sko, og hann er þarna ég held að Ben Kingsley dúkar hann upp sko, sem leikarin sem að lék, hvað var ekki, Mandarin þarna í Iron Man 3 þannig að hann er þarna ok, það er mjög skemmtilegt þannig að það er eitthvað þarna en annars er náttúrulega eiginlega bara alltaf minnst Apple TV alltaf vera bara meira að taka yfir sko hvað er að koma nú var að byrja hérna önnur þáttur af hérna Monarch hérna Godzilla þættirnir með feðgunum Wyatt og Kurt Russell og er þetta geggjað það? Þetta var mjög skemmtilegt við hérna það er svolítið langt síðan að fyrir serien var í gangi við Arnar Tómas töluðum svolítið mikið um þetta þegar hann kom í þættina og þetta er eiginlega alveg ég er ekki búin að sjá það er 1 þáttur kominn og annar að detta inn á morgun en það gæti þurft að kalla Arnar Tómas til bara einhvern tímann fljótlega Er Arnar Tómas á lífi? Veitu það? Nei, þetta ekki Ég bara á Eyrarbakka Ég get ekki verið alveg 100% viss það Nei, það er allavega svona, þetta er allavega núna á Apple TV og það er eitthvað fleira sko. Já Og svo var ég að klára hérna, ég nefndi daginn Under Salt Marsh hérna með henni Kelly Riley úr hérna Yellowstone Já Þetta gerist í Wales, einhver svona litlum bæ óbúslega drungalegt og niðurdrepandi hún er fyrirrandi rannsóknarkona sem er að skipta sér af 2 barnsmorðum eða barnslátum sko. og það var látið ofsalega vel aðeins en það var eitthvað, mér fannst eitthvað vanta aðeins upp á, þetta væri geggjað sko. Tveir á toppnum er í samstarfi við Aðalskoðun Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunarstöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Hvernig er það að nota ykkur síður til þess að komast að hvað er hann á Apple? Nei, þú er náttúrulega aðgang að þessu í gegnum gegnum ameríska Ég er náttúrulega ekki með aðgang að þessu þannig að ég veit ekki neitt Þetta er ekki Apple samt held ég Anders Altmar Nú, já, ok Ég veit að Hijack sko, seria 2 Já, Idris Elba Já, Idris Elba og bara þú veist á fullu og, Já, það er mitt ég er nýbúin að klára fyrstu seríuna eftir að við hittum Kollu Bergþórs og hún sagði mér að þetta væri gott stöf svo hún sagði að dalaði aðeins í þessari nýju seríu en kjarnin eða þungavíktin í þessu er náttúrulega ómótstæðilegur kynþokki Idris Elba Fyrir seríuna var náttúrulega rosalega góð sko. Já, rosalega spennandi sko. Ég er í
Ég í ykkur lagð í sjónvars glabbi sko. Svo líka finnst mér að Amazon Prime ítrekka vera að koma svolítið óvart. Já. Af því Netflix minnst ekkert, þú veist. Nei, Netflix náttúrulega... Bara ég skil ekki neitt sko. Nei, það nú bara frávik ef maður dettur inn á okkur Netflix sem ég veldur ekki vonbrigðum, það bara beinir sér leiðilegt. Það segja aldrei Netflix upp sko. Nei, það eitthvað Netflix komið inn í bara hausinn á þér og heldur bara meira út af þjóðarnar sem þetta bara svo rúf, þú bara borgar þetta sko. Já. Og voru lítið að pæli samt þetta langdýrasta Já, það ekki? 3.000 kall Jesus Christ Nei, núna það einhver mynd var dettin á Prime Day sem heitir The Bluff og með honum heitir ekki Karl Urban úr Boys Já aðalmaðurinn Já, ég ekki búin að horfa á þetta en þetta lofa góð, þetta eitthvað svona sjóræningja pirate, sko, stemning Sjóræningja mynd Já, og hún svona hvað heitir hún, Priyanka þetta indversk stjarna Ég kaupi þetta Þú kaupir þetta? Já, ég kaupi þetta Já, I had you at Pirates Já, það eiginlega hannig líka þegar hann svo skemmtlur sem hann alltaf skemmtlur hann bara svona Karl Urban hann bara alltaf svo mikið ólíkenda tól sko. Já, hann alltaf frábær Billy Butcher í The Boys svo var hann eitthvað líkil karakter í Lord of the Rings ekki? Ég man ekki hver það var hann var frændi þjóðars og svo var frændi þjóðars konungs og Judge Dredd og svona, hann alveg og Bones í Star Trek endurræsingunni hann allstaðar alveg rétt Já, heyrðu, svo erum við á hvort hún á Prime eða Netflix Mercy nei, hún var í bíó með honum, Chris Pratt stórundarleg mynd þetta er svona eitthvað bara eitthvað tilbrigði við Minority Report sko, hann leikur eitthvað löggu sem handtekinn fyrir að drepa eiginkonu sinni og festur í eitthvað stól og Hvar hún? Ég manna ekki. Var hún að præma? Nei, hún bara verið í bíó. Hún svo rugglaði eitthvað í síðan. En hann og svo réttað yfir honum, það svona gervigreindar dómari. Já, alveg rétt. Sem réttar yfir honum, en þetta myndi mér svo viðbjóðan innrásin frá Mars með rapparanum. War of the Worlds, COVID-myndin. Já, þetta er svona eiginlega svona skjámynd, sko. Pratt situr bara neldun í eitthvað stól og bara alltaf að horfa á eitthvað upptökur úr ring, dyrabjöllukerfum og í samskiptum við fólk, sko, online. Þetta minnum á, sástu hvað Magnús Jokkum gaf kveikmyndinni Dimma Lim eftir Mikka Torfavík? Já. Hann var ekki ánaður. 1 stjarna af 5. Lengsti klukkutími ævinar. Já. Fyrirsögnin á vísi. Já. Dimma Lim, Returning to Lulu. Já. Á ensku. Já, þetta er eitthvað sem að hjónin Mikael og Stefania gerðu í COVID. Jú, já, akkurat. Íbúðin í Vín í Austurríki. Klukkutími sem líður hægt. Já. Uppbrottsleysi og endurtekningar samar senurna gera verkum að Dimma Lim sem 66 mínútur lengt líður lötur hægt áfram. Til maksum skemmtanagildi þá yfirgáðu báðir sætisfélagi mín í salin á einum tímapunkti til að svara í síman. Segir Magnús Jokkum. Já, þetta er kjarnirtur og skemmtilegur aflestar þessi dómur. Já. Bara svolítið eins og drengun hefur verið andsettin af Jónasi Sen bara hækkar upp í 11 bara full force bara. Dimma Lim heimagerð fjölskyldumynd sem var tekin upp í COVID-faraldrinum og hefði annarkvort mátt stytta niður kortið stuttmynd eða gefa út frítt á vefnum. Handrit myndarinnar næfur þunnt og stendur engan veginn undir klukkutíma lengdinni. Textin klunalegur og senurna bæði einsleitar og endurtekningar samar. Þá byrtingamind geðsjúkdóma í myndinni sérstaklega stereotypísk og klísugjöld. Já, hættu nú Nei, svo kemur hann líka með annan punkt að sko, maður meikar ekkert með COVID-tengingu. Já, það er kannski ég bara, Michael Connelly og bækurnar Harry Bosch, sko, mitt uppáhald eitthvað af þessum nýjustu eða nýlegum, sko, gerist í eða eftir COVID. Ég gæti bara að lesa þetta. Ég þól ekki bara að vera myndur á þetta. Þetta var svo glatað. Nei, þetta fyndið því. Ég var einmitt að lesa nýjur íslenska glæpasögu framhald af Hildi sem einmitt núna
sjónvarpsþættir á símanum sem ég er enda búin að vera einmitt að horfa á og hafa bara verið bara frekar þéttir, skemmtlegir. Það er kynnt svona auka persóna sem er ekki í bókinni, sem er þýskur lögreglumaður, áhörður. Þetta er þættir sem gerast á Ísafirði og bókin gerist á Ísafirði líka, Hildur. Og það er hann eitthvað morð framið á Ísafirði og þetta er svona, þetta er skemmtilegt, þetta er svo skemmtilegt að þetta sé á Vestfjörðum. Hversna byrjaði ég að tala um þetta? Út af því ég var að þessu COVID. Já, einmitt, framhaldsbókin Rósa og Björk heitir hún, gerist einmitt í COVID. Nefnum hvað það er eiginlega ekkert sko, hún gerir svona eins og í febrúar 2020, nefnum svo er eiginlega ekkert svona gert mikið úr COVID. En þá er það en þá sko það er það þannig að maður er bara svona heyrið, þú veist, það voru allir að hugsa um þetta, sko. Þú veist, það er ekki sjens að, þú veist, persóna væri svona mikið að einhvern veginn að lifa sinn dag svona mikið á þess að vera spáð í COVID. Skilju hvað við? Þá getur það líka einhvern veginn gert. Þetta sé ekki gott. Sem er líka óþolandi. Frásagnar 12, sko, en best að bara láta eins og þetta hafa aldrei átt sér stað. Einmitt, þetta er eiginlega bara, þú veist, þetta er eiginlega you're damned if you do and you're damned if you don't, sko. Þetta er mjög áhört, sko. Já, svo var þetta inn á Prime mitt, Young Sherlock, Guy Ritchie, eða runni undan rifum Guy Ritchie, þáttaröðum, þetta er origin story, Sherlock Holmes. Já, það er mikil eftirvænting eftir þessu. Já, hann er þarna 19 ára og þetta er að fá alveg bara glimrandi dóma. Og Guy Ritchie er náttúrulega ekki alveg ókunnugur Sherlock Holmes, hann er búin að gera 2 myndir með Robert Downey og Jude Law. Er þetta svona, þetta er framhald af þeim eða? Nei, prequel. Ég veit það ekki. Maður þarf að tekka á þessu. Þannig að þetta er enn eitt sem að bætist við, sko. Svo var ég búin að nefna þetta, það er hérna Paradise sem að byrjaði á Prime í, já, það er nú ekkert mjög langt síðan. Svona hvað leyniþjónustummaður sem að kemst að því að hann lifir í eitthvað skonar svona hvað heitir hún, Truman Show. Þetta er svona þá er svona eitthvað þetta er svona búið að tortíma okkur og það er hérna eitthvað elita sem býr undir eitthvað svona dóm í svona vernduðu fullkomnu samfélagi. Þetta er þættir það? Já. Ok, á Prime? Ég held þetta að vera á Prime, já. Þetta er Paradise? Paradise, já. Svo er sem sagt forsetinn myrtur og þá fer svona að fjara undan þessari fullkomnu tilveru og ýmislegt gruggugt kemur í ljós. Ok, það hljóðum mjög vel. Já, ég allavega fyrir serían var fín og ég er ekki búin að tjekka á þessu vel. Þetta er á viku tempóin, held ég. Það er ekki komin 1 eða 2 þetta. Heitir þetta Paradise? Paradise, já. Það er einmitt svona, ég veit ekki okkur, ég byrjaði að kíkja á þetta á sín tíma. Það er ekkert sem kallaði á mann, sko. Frárindandi titill og allt það, sko. Já. En, það var gott. Já, heyrðu, svo bara þú talar nú stundum hinn ofvirka, hvað heitir hann? Taylor Sheridan. Sem er ekkert eðla ofvirkur. Nei, Yellowstone fáinn. Hann náttúrulega Paradise er á Disney Plus. Disney Plus? Já, það er sérlega kannski ekki byrjaður að tjekka þetta. Þetta er alveg það er allt. Þurfum við að fara að endurskoða áskriftakaup okkar á streymum. Heyrðu, en allavega Yellowstone rann út í skurð í 4. seríu því að Kevin Costner hætti að vilja vera mem og hætti að vera ættfaðirinn pældi sko. En sko hann var búin að gera sko taka svo marga ánga út úr þessu það var 1923 1848 vestra fílingur 1923 1800 var þetta ekki 1823? 1888? Já, og svo var ekki 1923 þegar hann var að koma úr fyrir heimstyrjöldinu, hann Spencer gæinn æðislegi þannig að það eru þessir forleikir og svo Yellowstone og svo var boðan að þeir einhverjir fleiri afleggjarar og það er komið fyrsta það sem er Marshalls þar sem að við fylgjum honum Casey yngsta syninum sem kom sterkur inn þegar þurfti að hjálpa pappanum og ættarveldinu því hann var fyrirvændi Navy SEAL eða eitthvað og drepur alla bara og hann
Hann sé ennþá sem sagt í gamla kofanum hérna á landareigninni í Montana og sóttur til starfa fyrir US Marshals. Eitt þáttur kominn og það er einhverjir drefnir. Þetta getur verið skemmtilegt. New era of Yellowstone. Já. Það mun aldrei losna undan þessum heimi. Nei, held ekki. Hann okkar maður. Nei, og svo var hann líka búin að boða að það sería það sem fylgst verið með frekar ævintýrum en þarna dótturinn dásamlegu og eiginmanns hennar. Það er persóna sem ég mikið á. Með fullri virðingu fyrir þessum gæja Casey, sko. Nei, upp á típunar mína þarna voru þau hjón. Nefnilega. Rip. Já, Rip. Hárrétt. Rip og hún. Já. Hvað heit hún? Æ, maður ekki. Nei, það Kelly Riley, leikurana, sem er búin að koma við í Wales í þessu saltmarsi. Já. En ef hann heldur vel á spörum þar, þau bjóð upp á ýmislegt, sko. Stjórnlaus brjálæðingur og alkohólisti náttúrulega gellan, sko. Það er nefnilega máli. Hún er svona svona dýpsta persónan sem hann hefur skjöða. Já, jú, bara svona mjög ólík þeim konum sem hann var svo að tróma upp með í Landmann. Já, Landmann. Ég hef eftir að klára það, ég kannski ekki klára það. Já. Ég gæti alveg hort á þetta, alveg haft gaman að þessu. Já, þetta er alveg svona meira, maður þurfti að nálgast þetta meira sem gaman þátt en drama eða eitthvað annað. Einmitt, akkurat, nákvæmlega. En já, allavega var gaman að því að Casey, hann náttúrulega fer úr ofan hann í þessum fyrsta Marshallstætti og þá blasir við Yellowstone brennimarkið, sko. Það er þetta er heitt. Þannig að tengingarnar eru alveg sterkar og til staðar, sko. Já. Nákvæmlega, sko. Þannig að þú sér það alveg, þetta er alveg ennþá, sko, haugur sem við þurfum að vera. Já, þú er nefnilega svolítið að stappa í mig stálinu. Ég er eitthvað Já. Maður er eitthvað svona hálf, svona smá daburur, sko. Hvað er eitthvað Þetta er kannski ekki nógu svona upplífgandi. Er þetta mér að kenna það? Maður sjá. Hvað er, það er samt fullt væntanlegt. Já, hvað er væntanlegt? Skilur við erum að tala að við erum náttúrulega með þessa Ryan Gosling mynd. Já. Sem mætti nú að vera helviti góð, skemmtileg, svo er alltaf eitthvað sem fer fram hjá manni. Ég veit það. Það er náttúrulega alveg, sko, það er bara, mér finnst alveg nóg bara hvað er mikið í gangi núna, það er kvíðavaldi fyrir mig þegar þú fyrir að tala hvað er sem mikið væntanlegt, sko. Já, ég skil það, sko. Devil Wears Prada 2 er að koma í næstu mánuði, sko. Já, reyndar ekki frumsýnd fyrir 30. apríl en það er myndin, ég get ekki beðið eftir, sko. Já, það er eitthvað skilur á milli okkar félaga. Svo er náttúrulega Star Wars mynd að koma í maí, sko. Já. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, sko. Það var nú eitthvað að gera hjá okkur. Já, það voru all hands on deck, sko. Svo er náttúrulega í júní, þá náttúrulega bara er He-Man myndin að koma, sko. Já, það sem að leiðindagaurinn er Skeletor. Og Scary Movie 6 líka. Já, yey. Toy Story 5. Já. Supergirl. Já. Hún er að koma líka. Já. Þannig að maður er nú alveg spenntur. Já, hvað er ekki svo eitthvað meira Dune að koma? Jú, Dune. Sko, það er alveg Odyssey náttúrulega í júlí, sko. Já. Og Spiderman. Hvernig getur við verið að koma Spiderman í júlí? Já, ok. Já, er það ekki meira svona collage eða svona persónu fjöldi eða bara hann, gæinn. Bara hann, Toby. Nei, Toby. Jú, hvað er hann? Nei, hann var að giftast þenn daginn. Já, Tom Holland. Já. Og væntanlega er hún þá einhvers konar tengi stykki yfir í þarna Ætla ekki. Náttúrulega er allir búin að gleyma honum í þessari mynd, mástu. Það man ekki hvað hann er, þannig endaði síðasta mynd. Já. Svona skemmtlegur, Þannig að það er nú ímislegt. Já, hann er búin að vera, hann er skemmtilegur Spiderman, sko. Það verður svolítið gott sumar, eins og svona verðist, sko, botnin svolítið dett úr þessu aftur haustið, sko. Já, spyrjum að leikslokum. Styrum að tala að sko það er ekki að koma bara, það kemur einhver Hunger Games mynd í nóvember, sko. Gott. Það hljóma nú ekkert sérlega vel, sko, en svo kemur náttúrulega Avengers Doomsday í desember, sko. Já. En hún kom ekki fyrir í desember. Hún er frumsýnd 16. des. Já, hún er í árekstri við eitthvað aðra, er það ekki stóra? Hún er í Dune. Dune, já. Þannig að
Það verður nú, hann komið tíma að þeir dragi fram stóra Marvel tróið. Þetta verður allir í þessari mynd. Þú veist, jú, það bara, þetta verður eitthvað ruggla, sko. En jú. Svo það ekki að koma meira Daredevil Born Again, það í vonandi held ég. Það? Já. Það var að koma. Þannig að þú veist, við erum alveg að drukna. Við erum alltaf alveg að drukna, sko. Já. Ertu búin að vera að fylgjast með áflöðunum með Austurlöndum? Nei, þetta fer svo illa í geðið á mér, sko. Þetta er óþolandi. Saman hér, sko. Þannig að þetta er ekki gott, sko. Nei, en náttúrulega maður er eitthvað að fara að vinna á fréttamiðli aftur, þá það maður... Hvernig leggst það í þig? Þetta eru blendnar. Þetta eru viðbrigði. Sko. Nei, já, náttúrulega maður er búin að vera eitthvað bara pappast, sko, með lítinn stráki í 3 ár, þá svona, jú. Svo náttúrulega líður okkur núna að taka mynd á okkur. Líður tökumar á meðan við erum að taka upp, sem er rosalega gott. Það er frábært. Þá er Þetta er þjónustan. Fært á spjöldsögunar, sko. Já, við hefum aldrei komið okkur upp hirljósmyndara. Nei, þetta er það sem við þurftum, sko. Hvað getum við gert næst? Ég er bara að spyrja mig, sko. Hvernig ætlar að toppa það að hafa verið ljósmyndaður að störfum? Já. Ég bara veit það ekki, ég spyr mig. En núna styttist í vorið. Já. Og þegar styttist í vorið þá það eru sjónvarpsþættir framöndan. Já, það er alltaf búið að vera vor síðan í október eitthvað, svo kemur allt í hennu þetta kemur þetta í baki á mér, sko. Er það ástæður ég er svona dapur? Já, ég tengi alveg við það, sko. Eða svona, ég er að finna fyrir þessu. Já, þetta dregur maður niður. Já, ég er samt alveg í góðu skapi, ég bara hlustandi þurfa ekki að hafa neina ágjörða mér. Já, nei, það oddur sér dapur, það er ekki kannski hildýfsta þunglindi sem sögur fara af, ekki alveg jafn uppbít og... Alls ekki, ég verður fáránlega góðu skapi í kvöld. Já. Finnst það líklegt? Já, 50 dagur, já, helgavætt framöndan og svona. Já, eða svona, ég er ekki alveg helgat. En maður er svona þess að einnig kvöldat á morgun, sko. Já, það er alltaf gaman. Þannig að, já. En hvað segir teljarinn? Við erum bara fárlega flottir, 36 mínútur. 36? Það er ekkert að draga við. Það sem við gerðum hér, við fórum yfir stöðuna. Já, og stöðuna okkur. Já. Óskarinn er framöndan. Við ætlum að taka það sem við ætlum að gera næstu viku. Já, sko, við erum á okkar förstu 50 dögum, þá er þetta bara 3 dögum fyrir, sko, útsendinguna. Já. Og allir við verum ekki aðeins að spá í spilin. Ég er eiginlega einhvern veginn sammála kollu, sko. Við vorum alltaf í mörg ár alltaf með spá í fréttablaðinu. Spáðum hvort í sínu lagi og alltaf, og maður er einhvern veginn, það vantar einhvern veginn svona þann hug í mann. Þetta er eitthvað svona, ég veit ekki, þetta sé myndunum að kenna eða bara, það sé bara geðlægð yfir 2 á topnum, sko. Er geðlægð? Já, lægð. En svo er náttúrulega, við höfum ekkert nefnt þetta stóra fyrirlega Jim Carrey mál. Það kannski ég skilði það ekki, sko. Alveg rétt. Stærsta kenningi núna er svo hvort að hann hafi bara verið klónar, af því hann er svo ólíkur sjálfum sér. Já, klónaði hvenær og af hverju. Já, einmitt. Akkurat. Af því að hann náttúrulega kom með þessa rosalegu fyllingu í kinnarnar, sko. Já. Ég held ekki, sko. Nei, þú heldur þetta sé bara hann. Ég held þetta sé hann. Ég held að hann sé bara búin að þessa, þú veist, ganga. Já, hann er náttúrulega búin að eiga eitthvað svona erfitt uppdrátt, sko, en ég verður samt að segja bara... Það er tári auðutrúðsins. Ég kannast þetta. Já. Það er eiginlega það sem er að gerast hér. Það er tári auðutrúðsins. Já. Nei, bara, þú veist, á meðan minn besti maður upp á sleikari, sko, Mikki Rourke, er á lífi með, sko, andlitið sem hann lét bara rústa, sko. Já. Þá eiginlega skilja ekki að nokkur Hollywood stjarnar leggi í að fara undir nýfin eða í Botox. Er ósangat það mér tótt að segja að minnum er svolítið Val Kilmer líka? Jim Carrey? Já, ég veit þá ekki, sko, gagvart hverjum. Val Kilmer náttúrulega var búið að taka úr húnum barkakýlið og það var svolítið svona fallið saman andlitið af vegna veikinda, sko. Já. En já, það getur aldrei held ég verið samt markmið með nokkur fegrunar að gera lítið, að gera ná því lúki, sko. Nei. En mér er svona svip andlitsfallið á Jim Carrey, ef að þetta er hann, verður orðið svona minna svo mikið á Mikki Rourke að maður spyr sig býtu hvað var þetta sami lítalæknis hakkin sem að tók hann í gegn, sko. En þetta er svolítið svona að ég strax ég lærðar greinar þetta, sko, þetta er svo típist fyrir tímana sem við erum að lifa. Þetta er augljóslega hann. Já.
en þú veist það eru svona svo alvöru bara kenningar á netinu sko sem bara fá strax eitthvað byrjundi báða vengjum sem mögulega bara klón eða bara AI fólk bara leipur með það sko til þetta sko það er ótrúlegt á þessari ofur upplýsingaöld að jarðvegurinn hefur aldrei frjór fyrir hverskins bullshit samsæriskenningar sko. Það er eiginlega ruglast sko. En þetta samt sko ég veit ekki svona, sko, þetta fólk verður alltaf að passa sig svo mikið sko er alltaf óbóðslega myndarlegur og fallegur maður í 80-sinu og er svona aðeins í byrjun 80-sins og þetta er náttúrulega þetta er atvinnutæki sko og Jim Carrey þú veist hann veit að gúmmiandlit sko allar gretturnar og svipurinn og allt það sko þú veist ef það er alltaf styrt af einhverju bótóksi og einhverju saumum þá náttúrulega er hann bara það er bara pant verið atvinnulaus en er okkar maður ekki eiginlega hægt að leika hann er búin að vera svolítið vondikallin í Sonic myndunum já, einmitt en fyrir þetta hann var eitthvað voðalega lítið já, hann var líka hann er búin að eiga eitthvað erfitt uppdráttar að verið vandræði í engalífinu og svona andlegt vesen eins og hann oft með einmitt trúðana það er svolítið þannig sko hann hló nú ekki inn í sér hann Robin Williams þetta er nú eitthvað finnasti maður í heimi sko innmitt en sástu ekki til myndina The Number 13 nei það sást hann aldrei nei, sá hann ekki heldur sko nei. Það var svolítið að reyna fyrir sig þá í svona aðeins þingri myndum svo ég skamast mér mjög mikið fyrir að setja ég ennþá eftir að sjá The Eternal Sunshine of the Spotless Mind hún er góð það ekki? Jú, mjög góð galið maður ekki séna sko ég sá hana í regnbónum þegar hann var ekki orðin Bíóparadís langt síðan það er mjög langt síðan sko. Ég ætla að reyna að sjá brasilísku myndina það tökur því komast ekki í bíó settu það sem svona metna fulla heimaverkefnið næstu viku 100% þetta er þannig mynd sko það vonda með saman sko. það er ekki herru, annars bara byrjuðu að heilsa hlustendum ekki byrjuðum að heilsa af Suðurlandsbyrðinni byrjuðum að heilsa af Suðurlandsbyrðinni hver veitnum að við munum bara þetta verður þægilega fyrir okkur að fá gesti svona, heldur það ekki? Jú, eða líka ef við erum báðir að vinna til 5 þá náttúrulega er ágætt að geta sko spara sér bílferðina og bara hlaupið í næsta herbyggi það ekki? Já, ég held að þetta verður geðvikt ég er mjög ánægður með þetta sko ég er mjög sáttur með þetta fyrst ekki gott déjà vu þegar þú satt í liðnum í dag Jó, það var alveg magnað sko back to basics back to basics so back, we're so back ég veit ekki sko hversu oft ég hef byrjað á vísi.is ég byrjaði í blaðamennsku á vísi.is 99 svo hætti ég og fór annað og svo kom ég á fréttablaðið og þá var ég settur á vísi.is sem var það þá og svo hætti ég aftur og svo kom ég aftur á fréttablaðið 2017 og var látið byrja á vísi þá líka Hvenær byrjar aftur þarna í mildtíðinni? Byrjar á vísi 99? Já, fór svo á strik.is og var þar í eitthvað ár þá fór það á hausinn Hvað var strik.is? Það var svona portal, svona vefgátt það sem að við Hrafn Jökulsson vorum með alveg legendary undirvið sem að hétt Pressan og var eðalslúður og er ennþá til? Nei, þeirri mynd sem hún er til í dag það er ekki sama df.is Já, ég held að við myndum báðir Það er eitthvað bastarur ekki? Já, allavega kemur okkar legacy ekkert við sko Ég held að ég hef lesið Pressun á sín tíma Já, ég veit að hún er ungur maður samt og ungur strák Mjög ungur, já, en ég las svona hrettir svona Já, en þó ég hef ekkert unnið samfellt mjög lengi á vísi á þessum 25-6 árum þá er hann samt einhvern veginn alltaf þungað miðan á ferli mínum sko. Hver vegur er heim, hann er vegurinn heim. Já. Hann búið að rífa húsi sem við byrjuðum á vísi sko, það var í Þveraltunni hjá D.A. Já. Var svo Kling og Bank eða Bang eitthvað og svo var það sko. Alveg rétt, þau er hóltið því á Það er ótrúlegt hverfið, það er bara fullt af nýbyggingum sem er búið að byggja þar undanfarnar ár. Já. Ég veit þetta að því nú byggi ég náttúrulega þarna in the ship hole. Já, í skipholtinu, já. Vá, magna dæmi sko. Þetta er alltaf við tökum Óskarinn jafnvel eitthvað annað. Þú veist, þar er maður ekki að fara að sjá Hamnet, ertu búin að sjá hana? Wuthering Heights. Já. Svolítið mikið að gellumyndum í bíó. Já, hvað er það? Nei. Nei, ég allavega, við náttúrulega tökum eitthvað meira með en svona spáum aðeins í Óskarspilin og ég er náttúrulega að reyna að drýja maður að sjá Scream. Já.
Það bara, mér finnst svo gaman að horfa á þessa myndir sko. Ég er nefnilega sammála því. Þetta alveg bara klassik sko. Það galið, ég sé ekki búin að segja 3, 4, 5 og 6 Það galið. Já, 6 var held ég ágætt, eða var 5, nei 6 var ekki Jenna Ortega og einhver önnur sko, svo fór þær í einhverja fílu en þá var engin Sydney Prescott sko, hún Neve Campbell var ekki. Nei. Nú kemur hún aftur. Já. Og þetta þykir nú sísta myndin en það segir ekki neitt að einhver skrýmynd sé síðri en önnur skrýmynd bara þetta aukaðri, þetta bara alltaf gaman sko. Já, þetta bara skemmt gaman, sko. Hver veit, ég fyrir tekið bara sér þátt hana aldrei að vita Herru, þar til næst kæri hlustundur, takk fyrir að hlusta og minnum að toppfólk en það ekki rosalega Facebook-hópin toppfólk Takk fyrir ykkur og gangi ykkur vel 2 á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunastöðvar á 10 stöðum víðs vegar landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.